búin með aðra bók? En önnur bókin. Ha? Það svo miklu bókaormar. Ég var bókaormar. Hérna lítil aðstofakona með inn í settinu okkur í dag. Þannig að ef þið heyri eitthvað smjatt á Kelloggsi, þá það Embla Líf Gunnarsdóttir. Já, það ekki við erum ekki með Kellogg's fyrir frálokkans. Þú pirrandi podcast með þessu crunchy bara. Þú veist alveg pínlóndi byrstu, þetta ætti ekki að heyrast en ég bara láta ekki vita. Já, just in case. Ef þið heyri allt í hennu, mamma, þá vitið af hverju. Annars bara skulum ekki æsa hana. Nei, þú varst að æsa hana, sko, ég var smá stressað hana. Shit, hún leit á okkur. Já, don't look at it. Don't make eye contact. Þetta er fyrsta skipti sem hún þetta sem við tökum upp þátt. Já. Tók hann aldrei þegar hún var unga bara. Nei. Merkilegt. Það alveg merkilegt, sko. 3 árum inn. Já, því hún líka oft með okkur, sko. Já, bara mjög oft. Þegar við erum að vinna og svona. Hún mjög oft verið þetta, hún vissi allan að vera til ís upp á skrifstofu. Já. Þannig að she knows things, sko. Þetta aðstofkonan. Aðstofkonan okkar hérna, en hún vissulega ekki búin að lesa þessa bók. Hún ekki búin að lesa þessa bók. Nei. Kannski það því hún ekki komin út í íslensku. Hún ég ætla að segja hún ekki það góð í ensku, það var lygi, hún ekki deðlega góð í ensku. Frekar hlusta á ensku heldur en íslensku, sko. Hún svo sönn í frænka sig. Já, en nei, þetta kannski ekki bók innan hennar aldurshóps eins og hún meira í svona einhverju prinsessu dæmi. Já. En vá, þú veist, hún kom út 11. Það enda 16. En ég kláraði hana á föstudaginn. Já. Bara löngu búið með hana. Já, ég kom heim úr afmæli á föstudaginn og kláraði hana. Aha. Já, að því átti 8 mínútur eftir þegar ég og Geiri komu yfir til okkar fyrst og fórum saman og ég var bara, ég loka mér á baðið það og ég bara klára hana. Já, 8 mínútur. Já. Þannig að ég var svo spennt þegar ég kom heim að klára hana. En þannig maður svolítið fljótur að hlusta á hana, fljótur að hlusta í gegn og svona. Við erum að tala bókina The Housemaid Is Watching. The Housemaid Is Watching. Við vorum ekki aðeinslega spennt að vera þessari bók. Já, þetta 3. bókin í þessari seríu, Housemaid-seríunni og fyrsta og önnur voru geggjaðar. Já. Og við gáum þeim alveg góð enganir, sko. Þannig að það var ógeðslega spennandi að fá einhvern veginn meira. Ég veit ekki hvort að við séum búin að bíða í að blingi eins og aðrir. Þegar við erum bara nýlega búin með bók 2, sko. Það var ekki næs, það var bara nokkra dagar. Já, það var alveg mega næs, sko. En það er svo gaman að hlusta bækur. Ég var bara svona að við duttum smá út, bara að við vorum eitthvað svo mikið að bardúsa. Það er svo notalegt, sérstaklega þegar maður að, þú veist, drífa og taka til. Ég get reyndar ekki eftir með bók. Ég reyndar alveg að gera. Aha. Já. Þá ég bara geðu sló. Já, ég reyndar þú veist, það ástæðan okkur ég sló á æfingum, sko. Já, ég verð að hlusta bara techno og svo fyrir aftur í bókina í bílnum og eitthvað. Já, ég oft bara með podcast og eitthvað og þú veist, og þá finn ég alveg. Ef það brettinu, skilur þá get ég, en ég get ekki hlaupið eða eitthvað podcast eða. Já, ég get það alveg. Aha. Já. Það þarf að vera mjög svona uplifting podcast. Já, bara eitthvað svona grín, skilur. Já, teboð eitthvað. Já, algjörlega. Nei, ég bara svona eins og þessi bók, hún lesin fyrir eitthvað svona þungt, skilur. Eða svona, geði svona, þú veist, það engin hlátur í þessari bók. Nei. Þú hlærið ekki einu sinni í þessari bók, skilur. Þannig að þú veist, þá svona, ég var bara, ég fyrir út að leipa. Þú veist, þannig ég eitt alltaf tímanum mínum ekki, þegar ég þú veist, að æfa, gæti ég ekki hlusta á hana. Já. En ég var ofta að hlusta á, þú veist, þannig að Verity og eitthvað þannig í gyminu. Já. Og alltaf bara, ég var please ekki fara Bluetooth. Já. Skilur, Verity var líka bara þannig bók. Þú gast ekki hægt. Þú gast það ekki. Þú veist, ég sat oft fram í stofu, bara setjandi og líka með silent patient. Og svona, ég man bara eftir moment sem ég sat bara. Já. Bara með eyrunum bara. Það ég bara, vildi ekki fara að sofa. Þú getur ekki að sýra TikTok. Þú veist, þú getur ekki verið að gera neitt annað. Og ég var búin að taka allt til og gera allt og ég bara svo satt. Ég bara hlustaði. Mér finnst svo næst að fara bara göngutúr, bara, þú veist, þó að ég búin að hreyfa hundana, fara bara ein bara. Já, reyndar, ég hafði verið að gera það, sko. Það setja bara. Þá stundum kveikt ég samt á því að, þú veist, þú getur lesið inn á, þú veist, eins og sérstaklega inn á Storytel eða því, aðeins vanar því, þú veist, þá getur ítt á bókinu og lesið. Þá bara varð ég bara svo spennt, ég bara var svona að lesa það sjálf einhvern veginn. Já. En þetta, ég fæk ekki þá tilfinningu með þess. Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum, geturðu farið inn á teboði.is og orðið áskriftar besti.